Velkomin í Spektrum, ég heiti Stefán Ingvar, í þessum þætti fáum við til okkar gesti af henni pólitíska sviði og förum yfir þeirra vinstri sinnuðustu, hægri sinnuðustu, frjálslyndustu og íhaldsamustu skoðun og með mér í dag er Einar Þorsteinsson, fyrrum borgarstjóri, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Hvort myndu, Framsókn, þú veist, þeir eru í miðunni. Í grunninn, þá bara að segja það strax. Já. Við erum á miðunni í öllum þessum skölum, þannig að þú færð ekkert svar. Já, einmitt, ég var Magnegna og ég var inn daginn og það var alveg bara takk fyrir komin. Já, æðislega, þetta var frábært. En, þú ert Framsóknarmaður, hvort myndirðu segja svona að þú veist, að ég reyna alltaf að byrja á þú veist, öfugum endanum, skilurðu. Já. Ef það væri byssa höfðinaður og einhver myndi segja, hvort ertu meiri hægri maður eða vinstri maður, hvort myndirðu? Ég myndi segja að ég væri hægra megin við miðjuna. Hægra megin með, hver er vinstri? Og þannig Framsókn, skilurðu, fólk getur raða sér hann í kringum miðjuna. Já. Vinstri sinnaðasta skoðunum mín. Já. Ég myndi, þú veist, svo er einhvern veginn bara þessi skilgreining vinstri hægri er snúin, skilurðu, og svo færist líka miðjan. Já. Og þannig að þetta er allt svona þetta er lest á ferð. Hvort finnst þér miðan búin að færast meira til hægri eða vinstri? Ég myndi segja að hún hafi færst til hægri á Íslandi, en líka í heiminum. Já, einmitt. Og þess vegna er svona Framsókn sem flokkur sem berst gegn öfgum og polariseringu. Já. Þú veist, það er svona hugmyndafræði samvinnunar er dálítið þetta teym okkur yfir ganginn, myndum samkomulag, náum niðurstöðu og berjast á móti polariseringunni og þú veist, það er ekki til neitt orð sem er andheiti við polarization. Það er góða punktur, já. Þú veist, en í mínum, eða skautun á íslensku, en í mínum huga er það dálítið samvinna. Já. Og sem er svona grunnstefið í stefnu Framsóknar. Þannig að þú veist, þetta er og hafandi verið í fjölmiðlunum, þar sem maður var alltaf með einhvern hægra megin við sig og vinstra megin og maður satt í miðjunni og var að spyrja og báðir höfðu alveg rétt fyrir sér að einhverju leyti og einhvers staðar þurfti að finna málamiðlunina og lausnina. Já. Að það er aldrei einn með öll völdin, þannig að mér líður bara vel þarna á miðjunni. En vinstri sinnaðasta skoðunin, ég myndi segja það væri líklega heilbrigðismál, ég vil að heilbrigðisþjónusta sé eins ódýr og hægt er og meira niðurgreidd en hún er í dag og þá ég líka við lyf. Já, einmitt. Mér finnst þú færð flensu, þú kemst ekki að nema bara á læknavaktinni, það kostar 3.900 og svo ferðu og færð pensilín og þú þarft að kaupa verkjalyf og eitthvað nefúða og alls konar og kostaði kannski svona 15.000 kall pluss bara að fá flensu. Já, það er alveg. Og svo er bara fjölskylda og það er sem sagt hjón og einhver börn og það fá allir flensu. Já. Og það er bara ógeðslega dýrt að verða bara svona hóflega veikur. Já. Og mér finnst þetta mér finnst ekki gott. Nei. Og ég veit að það er svona einhver, þú veist, þrep og eitthvað svona, en alla jafna er bara of dýrt að verða lasinn á Íslandi. Tala ekki þegar fólk glímir við alvarlegri veikindi og þarf að fara í langtíma meðferðir og svona. Og það, mér finnst það bara grunnurinn að góðu samfélagi að þú þurfir ekki að hafa of miklar áhyggjur af fjármálunum þegar ef þú glímir við veikindi. Þetta er góða punktur. Aron, ég veit að þú ert ósammála. Aron er þeirra skoðunar að enginn á að fá heilbrigðisþjónustu. Enginn á að fá heilbrigðisþjónustu. Nei, ég get ekki eins og grínast með það. Mamma mín er náttúrulega bæði Framsóknarkona og í heilbrigðisgeiranum. Þannig að hún myndi aflífa mig ef að Hver er mamma þín? Hún heitir Ásgerður Kristín Gylfadóttir. Já, toppmanniska. Já, ég byrði að heilsinni. Ég skal skilja því. Með stæla við oddvita Framsóknar og líka... Ég fengi aldrei að koma heim eftir, en eins og núna, þú veist, svona lausasölulyf, þau eru ekkert niðurgreidd, right? Nei, það er og svo erum við búið við eins og á öllum mörkuðum á Íslandi, svona einlega fákeppni. Já. Þú veist, það mætti vera meiri samkeppni og auðvitað segja þau að þau séu í samkeppni og allt það, en ég meina maður sér það ekki. En það eru bara öllum þessum smásölu mörkuðum eru fáir stórir aðilar. Já, einmitt. Og það er bara staðan sem við búum við á Íslandi, þannig að þetta er svona afstaða til vinstri. Já, absolutt.
og eins og núna þú veist, sko, ég sá að hann Gunnar Smári Egilsson, samflokksmaður þinn, hann ekki beinlis að hann var lenti í einhverjum veikindum og hann þurfti einmitt að fara upp á bráðamóttöku ef mann rétt og það var einhver 20-30 skall out of pocket og sko, þetta bara of dýrt. Þetta allt of dýrt. Myndirðu bara vilja sjá þetta alveg bara ókeypis Já, ég myndi vilja að þetta væri meira niðurgreitt og ekki þannig að þú þurftir að borga 20 skall. 20 skall bara ógeðslega mikill peningur fyrir öll heimili en líka sérstaklega þau sem að minnst hafa milli handana. Já, ég bara oft í þeirri stöðu ekki átt 20 skall til að... Já, en svo það líka bara þessi svona meðaltekju heimili sem að eru að glíma við há fasteignalán, bílalán, að greiða fyrir börn og í frístundir og allt þetta, borga hátt matarverð, þó að fólk sé bara í þokkalegum tekjum og 2 fyrirvinnur á heimilinu, á endanum bara margínan sem situr eftir, hún bara rosalega lítil og það má svo lítið koma upp á hjá mjög mörgum, þannig að þú veist, fólk sé komið í undirbalans í bókhaldinu, í heimilisbókhaldinu. Þannig að þú veist, ég svona, og heilbrigðisþjónusta eitthvað sem að þú átt ekki að þurfa að velja að sleppa. Skilurðu, þú getur alveg sagt upp einhverjum Netflix aðgangi eða sleppti að fara eitthvað út að borða eða sleppti einhverjum auka gæðum. En heilbrigðisþjónusta. Ekki bara 4 faxi sterka en ekki 6. Nákvæmlega, til dæmis, faxi, og já, kannski kaupa ódýrari faxi, skilurðu. Og nei, þetta svona pælingin, sko. Eitthvað sem getur ekki verið án og átt ekki að forða þér að fara og sækja þér þessa þjónustu. En leikskólan, ég var með Líf Magnúðardóttir, hún vill hafa leikskólagjöldin bara í 0 ef mann rétt. Það er alltaf nálægt því að... Sko, Þessir kommunistar. Þessir kommunistar, sko. Við þurfum aðeins að ákveða það sem samfélag. Hvort að sko, þú veist, samfélagið búið að ákveða að leikskóla séu hluti af þjónustu sveitarfélaga. Samt er hún ekki lögbundin. Já, mér finnst það rosalega sérstakt. Mér finnst að þetta, ég held mér þess að Magna hafi sagt það með að þetta pottþétt að vera lögbundin, 100% lögbundin allavega í 1 ár. Já, þú veist, 5 til 6 ára. En pointið þetta svo það sem að kalla lögheimil þjónusta, sveitarfélögunum heimilt að sinninni og veitana, en þetta eitt af aðalmálunum í kosningum alltaf. Og ekkert sveitarfélagi myndi lífa það af að segja nei, við ætlum ekki að vera með leikskóla. Það var mjög skemmtilegu flokkur sem færi fram á því. Já, en kostnaðarþátttakan hjá foreldrum í leikskólagjaldinu hefur farið úr því að vera 30% fyrir einhverjum 20 árum niður í undir 10%. Okay. Þannig að fólk alltaf að borga minna og minna fyrir raunverulegan kostnað, raunkostnað við að hafa barn á leikskóla. Það eitthvað 400 skall á mánuði að hafa barn á leikskóla. 400 skall á mánuði? Já, fyrir sveitarfélagið. Já. Skilurðu? Já, ekki börn. En foreldrið að borga, þú veist, það fer eftir hvað kaupir marga tíma og mismunandi eftir sveitarfélögum. En á bilinu, þú veist, 18-19 skall upp í kannski 40-50 eftir eða þú ert með hámarksdvalartíma og alls konar. Og mismunandi eftir sveitarfélögum. En pointið bara þetta, greiðsluþátttakan hefur dregist saman á heildina alveg gríðarlega. Þannig að þetta nánast ókeypis. En flest verkefni, sem sagt, samband milli ríkis og sveitarfélaga þannig að sveitarfélagunum ríkið felur með lagasetningu sveitarfélagunum að sinna einhverju þjónustu, eins og grunnskólum. En ríkið hefur ekki falið sveitarfélagunum formlega með að skylda þau að reka leikskóla. Og nú umræðan það hvort að það eigi að gera leikskólastigið sko formlega að skilgreina rétt til leikskólaþjónustu og skilgreina þetta sem fyrsta skólastigið og þá kviknar hugmyndin sko, kviknar sjónarmiðið, ríkið á þá að sko standa straum af allavega einhverjum hluta þegar kostnaði sem fellur á sveitarfélögum við að veita þessu þjónustu. Já.
og hvort hún hefur verið gjald. Fatlað fólk Já, til dæmis. Og þá þessi núningur alltaf á milli, ríkið að borga rétt að upphæð fyrir að þú veist, það sem þetta kostar. En ég meina, leikskólastigið bara algjört lykilatriði í okkar samfélagi og þetta stuðlar að jafnrétti, stuðlar að betri þroska hjá börnum og þau læra náttúrulega alveg heilmikið og þetta ótrúlega mikilvægt fyrir þau. Þannig að og þetta líka bara, nú erum við komið með 1 af hverjum 4 leikskólabörnum í borginni af erlendum uppruna. Þarna tækifæri fyrir okkur að hjálpa börnum af erlendum uppruna að taka inn íslensku orð, læra íslensku. Og við sjáum það á þeim prófum sem við erum að leggja fyrir börn í leikskólanum. Hljómur eitt af þeim, annað þeirra og í dag það þannig að börn af erlendum uppruna í upphafi skólaárs að hausti eru með ákveðin orðaforða og svo bæta þau við sig þangað til vorið og börn af erlendum uppruna eru að bæta við sig færri íslenskum orðum yfir skólaárið heldur en börn sem eiga íslenska foreldra. Og þetta mjög alvarlegt mál, en við erum að mæla þetta og sem þýðir það sko, við þurfum að gera ennþá betur. Og þú veist, þetta algjört lykilatriði því svo fer áfram sko inn í grunnskólan og bilið eykst. Og það mjög alvarlegt af því að þau eru ómissandi í okkar samfélagi, þessi þetta samfélag innflytjenda sem við komum hingað, við þurfum á þeim að halda, vinna vinnuna, störfin og allt þetta. Bara auðga mannlífið. Já, og þannig að þetta en við getum ekki haldið þannig áfram að innflytjendur séu sko í lægri launuðum störfum á leigumarkaði, eignast hann ekki lífeyrissjóð í steypu og börnin læra ekki íslensku nægilega vel til þess að jafnvel geta farið í háskólanám og fengið hærra launuð störf eða skilurðu fá ekki sömu tækifæri og þá erum við komið með einhvern veginn með samfélag þar sem við erum með fátæka innflytjendur á leigumarkaði sem tala ekki nógu góð íslensku og svo Íslendingana eða þú að þá sem eru með þennan bakgrunn, íslenskan bakgrunn og þá erum við hægt og rólega eða tiltölulega hratt saman að stefni það að vera 2 þjóðir í einu landi. Það má ekki gerast. Það má, og sko, mér langar að koma inn á þetta eins og eftir líka, en fyrst varðandi sko erlendu börnin á leikskólana, því ég búin að vera að starfa við tungumálakennslu íslensku sem annað mál í 2 ár. Tæp, og það bara stór skemmtileguna. En það sem ég heyrt, þú veist, það sem maður heyrir í umræðinni tengt í þegar maður fylgist með þú veist, einmitt á leikskólanum útlendingar koma, eða innflytjendur koma til Íslands og þú veist, ég ætla að ganga svo langt að segja bara að 95% þeirra sem eru ekki komingað bara gert sem farandverkafólk vill læra íslensku og sækja þá í að vinna í leikskólum, þú veist. En þeim tekst það ekki nógu vel af því að, þú veist, kerfið býður ekki upp á það, þú veist. Það þarf bara að skipta á þessum bleium og það þarf að stoppa þennan krakka sem að lemja þennan krakka og þú veist, það þarf að knúsa þetta grátandi barn og bara, þú veist, brjáluð vinna. Og bæði fyrir þau sem eru þarna og bara eru á hlaupum, erlenda fólkið, fólkið af erlendu bergi brotnu og íslensku fólki líka. Þannig að, þú veist, það er líka svolítið vel í lagt að ætla að segja, þú veist, hér ert þú leikskólastarfsmaður, leikskólakennari, en í hjáverkum ertu líka tungumálakennari fyrir fullorðið fólk. Hvernig leysum við þetta? Því að, þú veist, við viljum absolutt, þú veist, ég held að það sé gott fyrir börn af erlendu bergi að heyra fallega íslensku talaða með hreim líka, skilurðu. Ég held að það sé hvetjandi. Ég held að það sé mjög jákvætt að hafa erlenda aðila á leikskólanum til þess að einmitt læra íslensku. En það er ekki tungumálanám, skilurðu, og maður heyrir að erlendir starfsmenn tala kannski ekki við börnin, að tala ensku við börnin, að tala pólsku við börnin, sem að bara, þú veist, auðvitað skilur maður það, þau eru bara að reyna að tjá sig og ég veit það. Hvað gerum við? Hvað ætlar að gera? Nei, en það þarf náttúrulega að veita svigrúm fyrir tungumálanám inn í kerfinu og í Reykjavíkurborg hefur gert það, við höfum lagt meiri áherslu á það á undanförnum árum á þessu kjörtímabili að reyna að bæði hvetja fólk til þess að
læra sjálft, þú veist, í gegnum til dæmis app eins og bara tala og eitthvað svona og en þú veist, þetta dálítið erfitt eins og með leikskólana, þar sem við erum í ótrúlega mikilli undirmönnun, okkur vantar svo mikið starfsfólk og það ekkert svigrúm til þess að segja, herru, nú mátt þú fara hálfan dag og læra íslensku. Já, það bara ótrúlega erfitt, sko. Þannig að, og svo líka krafa frá samfélaginu, herru, þetta menntastofnun, hér á að vera töluð íslenska og við gefum engan afslátt á því að verkefnið það að kenna þessum börnum íslensku. Bara mjög eðlileg krafa líka. Já, þannig að þetta togast aldrei á. Við töluðum það, við höfum lagt fram tillögu það í framsókn að hvað var það grunnskólana að annars vegar að setja á fót móttökudeildir fyrir börn af erlendum uppruna sem hafa engan íslenskan bakgrunn kom inn í skólakerfið og í dag eru þau bara sett inn í íslenskan bekk tala kannski ekki einu sinni ensku og ekki foreldrarnir heldur og kennararnir náttúrulega eiga dálítið erfitt með að halda utan svona nemendur í heilum bekk. Þannig að við ég tala við marga kennara og svona fræðasamfélagið og foreldra líka og þá ég sannfærst það að það sé rétt að taka þessa krakka til hliðar í svona 3, kannski 6 mánuði og það bara mjög innbeitt íslensku kennsla fyrir þessa krakka strax og líka svona menningarfræðsla það bara íslenskt samfélag og okkar gildi og menningu og og svo svona bara eru þau metin þannig að leiðu teljast og tilbúin til þess að fara inn í almennan bekk að þá fara þau þangað og áherslan hjá okkur og tillagan okkar gekk út á það að vera með svona móttökubekki inn í þeim skólum sem börnin fara síðan í þannig að þau séu ekki í útlendingaskólanum einhvers staðar annars staðar í borginni heldur eru þau í sínu skólahverfi þau eru fara út í frímínútur hitta krakkana, hitta skólastarfsfólki og kynnast aðeins getur líka jafnvel verið í sameiginlegum tímum í list- og verkgreinum með hinum krökkunum og þannig að þetta svona mjúk lending en við vorum líka með tillögum það að samhliða þessu myndum við fá foreldrana og bjóða þeim upp á ókeypis íslensku kennslu sem fókuseruð á orðaforða sem tengist námi barnsins. Þannig að foreldrar fengu kannski 12 vikna íslensku námskeið þannig að og þá náum við líka tengingu við þau, þessar fjölskyldur og við höfum fullt af frábæru starfsfólki sem í þessu akkurat að reyna að ná til nýrra foreldra af erlendum uppruna inn í skólakerfinu af því að þau eru oft ekki inn á þessum spjallþráðum, bekkjargrúpan, taka ekki þátt og það vantar svona dálítið þáttöku og sem algjörlega lykillinn að góðri aðlögun þessara fjölskyldna inn í íslenskt samfélag og inngildingu þeirra. Þannig að þetta svona þetta tillaga sem ég held að við verðum að ráðast í eftir kosningar og Samfylkingin felldi þessa tillögu. Já, sem svo skrítið sko. Og ég einmitt ég alveg tilbúin að hleypa þessu gegn persónulega. Já, mér finnst þetta bara no-brainer, skilurðu. Þannig að þú veist, en pólitíkin þvælist stundum fyrir. Lögðu þetta til eftir að þau slitu samstörfuna. Já, ok, þeim til varnar. Þú byrjaðir. Ég sleit þessum meirihluta á við vegna þess að við sáum bara að þau vildi ekki gera það sem þurfti að gera sko. Og ef maður í pólitík og hann ekki málunum sínum í gegn og það eru þúsundir kjósenda sem að kusa okkur og sögðu, heyrðu, við viljum að þið setja hornin í kerfið, komið nýjar hugmyndir, nýjar lausnir og nýjar aðferðir af því að það sem hefur verið í gangi það ekki að svara okkar kröfum ef við náðum ekki í gegn þá bara ber okkur skylda til þess að sýna kjósendum trúnað ekki öðrum kjörnum fulltrúum sem eru bara að hugsa kerfið sem þau byggu til og vil ekki breyta því. Þannig að já, stendur það. Ok. Hver hægri sinnaðasta skoðunin? Ég myndi segja að mér finnst þið opinbera eigi alltaf að reyna að hafa skatta eins lága og hægt bara verður verkamaður launasinnast í biblíunni sko og og ég sagði það fyrst rétt og mér finnst bara
að það eigi að vera markmið hjá stjórnmálamönnum að taka eins lítið af launum fólks í opinbera þjónustu og það að því að sumir stjórnmálamenn hafa það einfaldlega markmiði að hafa skattana dálítið háa og vegna þess að fólk megi ekki verða of ríkt. Þú veist, það á að þrýsta einhvern veginn því niður. Þannig að mér finnst það bara eðlilegt að horfa alltaf til þess hvernig get ég lækkað álögur á íbúa. Þú segir álögur núna, þannig að þú vilt ekki sjá gjaldskrárhækkanir á móti? Nei, ég er bara að segja, við eigum að reyna að taka eins lítið af launum fólks, hvort sem það er í gegnum gjöld eða skatta og þannig að það er svona mín hægri sinnaðasta skoðun held ég. Ég er með lausn fyrir þetta, það er í staðinn einmitt fyrir að rukka skatta og gjöld, að fá bara lán. Já, bara ef það kannski spennandi. Hafnarfjarðarbær myndi lána Reykjavík eða eitthvað. Já. Og þá getið við fjármagnað okkar þjónustu, leikskóla og sundlaugar og eitthvað. Sem þegar Hafnarfjarðarbær ætlar að rukka, við erum miklu fleiri. Hvað ætla þau að gera? Við getum lamið Hafnarfjarðarbær. Það get ekki gert. Það get ekki gert neitt. Nei, þannig að við getum kannski beðið með að senda þennan þátt út þangað til að eftir kosningar komi þessi í gegn. Sko, ég meina ofbeldi er líka alltaf laust. Það er alltaf laust. Má ekki gleyma því. Já. Og ég meina, þú veist, hinn sterkir ræður á endanum, sko. Það er gott að setja... Það vantar menn eins og þið í stjórnum. Það er málið. Á heimsvísu, það vantar sterkamannin. Já, ég meina fólk hefur alveg stjórnað ríkjum eftir þessari hugmyndafræði. Já, og hefur það ekki, nefndu eitt dæmi það sem það gekk illa. Nei, ég meina nákvæmlega. Já. Ég meina Trump tók Maduro, sett hann bara í fangelsi og stal olíunni og þú veist, og ég meina Kínverjar og Íranar, þeir sko Venezuela skuldar þeim milljónir dollara, billjónir dollara og ætluðu að borga með olíu. Hann var bara að taka það og þessi skuld er ekki lengur myndi maður halda, þú veist þannig að þetta er bara í gangi í dag sko. Já, þannig að við gerum þetta er einhvern tímann spenna sko hjá sveitastjórum borgarstjóra og sveitastjórum á höfuðborgarsvæðinu þú veist, er eitthvað svona landsvæði sem það er það sem þú veit eitthvað Reykjavíkurborg ætti að eiga þetta land er eitthvað land sem þið langar að taka af Kópavogi útþenslustefna sko ég bý í Seljahverfinu og það var einu sinni Kópavogur hvernig náðu við þig? Reykjavík giftið það þannig að fyrir okkar Louisiana Purchase það er nefnilega málið og þannig að þú veist, Manhattan, skilur, þetta eru Indiánarnir, sko, Kópavogur, Alaska, þetta er allt saman eitthvað sem var keypt. Já, þannig að við getum keypt meira. Nei, ekki í dag, en það er hins vegar hægt að semja breytingar á sveitarfélagamörkum. Sko, maður pælir í bara landafræðinni, þú veist, Kjalarnes er hluti af Reykjavík, en það er samt Mosfellsbær á milli. Já, Mosfellsbær vildi ekki Kjalarnes, það er ekki rétt hjá mér. Ég þekki ekki alveg þessa sögu, sko. Pabbi minn sagði mér alltaf, og hann er ekki stjórnmála... You can have it, bara. Hann sagði að Kjalarnes var svo illa skuldsett, og Mosfellsbær var eitthvað, við getum ekki tekið þessu skuldur. Nei, hann að þetta er svona, svo er Seltjarnarnes út á... Já, mér finnst það ætti að vera það fyrsta sem við tökum. Þú veist, það væri tiltölulega einföld yfirtaka. En þeir er svona landfræðilega þeir geta ekki flúið neitt nei, þeir geta ekki flúið en þeir eru ekki eins og með höfn sko. og þannig að svona út frá þessari sín á stjórnum bara barricade skilur en Þór er náttúrulega bara þarna þú veist, hann myndi berjast fram í rauðandauðan ef ég man rétt þá er hann svolítið massaður hann er massaður og hann er bara líka gíraður gæi skemmtilegur til að reyna að fá hann hingað fá hann var að stela púter úr góða hirðinum. Var hann að stela púter? Já, sást ekki fréttirnar af því. Nei. Ég hafði svo gaman að þessu að því að hann er sko yndislegur. Já. Og en hann er svona fljótfær, skilurðu. Og var í notaða gáminum í Sorpu og sá hann einhvern randinn púter og tók hann. Og ég hafði svo gaman að þessu að því að þetta er svo heiðarleg mistök, skilurðu náttúrulega alveg stjúpid, en hann viðurkenndi þetta bara sjálfur í podcasti. Já. Og
og svo bara fattaði hann, nei já, þetta bannað. Þannig að það var einhver umræða um þetta og hann, af því að hann höfðingi, þá náttúrulega styrkti hann kvennaathvarfið með andvirði nýs svona púters sem var einhver 100 skall eitthvað. Já, það flott hjá honum. Ok, hvaða skatta viltu lækka fyrst? Minnst uppáhaldsskatturinn minn virðisaukaskattur. Já. Ég veit að það aðal tekjulundin og sumir segja þessi sanngjarnast, en einu sinni var ég að gera ekki bíómynd sjónvarpsþátt. Já. Og þá þurfti ég allt í einu að skila vaski. Og það var mjög flókið. Já, en sko, þú verður nú að vera með, peningaveit til þess að fara út í svona framleiðslu, sko. Já, ég skýta bara peninga. Já, það verður bara að gera kröfur á menn sem fara út í svona framleiðslu. En allir grínist eftir, þá sko, mér í Reykjavík þurfum við að lækka fasteignaskatta. Já. Það bara, ég meina, þetta verður hækkað mjög mikið og við höfum lagt fram tillögu um það, en hún var líka felld. Eitthvað lögbundið hámark á fasteignasköttum? Þannig eins og ég veit að útsvarið í Reykjavík hvað það ekki, eitthvað 14%? Já. Allavega í toppi? Við erum í toppinum allstaðar. Allstaðar, og það bara ekkert gott. Nei. Við eigum að vera með, sko, fasteignamatið hefur hækkað svo mikið og flest sveitarfélög og þannig að þá hækkar fasteigna gjalda útgjöldin þín. Já. En þau sko flest sveitarfélög hafa lækkað álagningarprósentuna á móti. Þannig að aðeins að mæta íbúum og við höfum Reykjavíkurborg hefur ekki gert það og við höfum lagt fram tillögu að lækka núna síðast, þannig að þau myndu bara standa í stað, þannig að fasteignamatshækkunin myndi ekki hafa áhrif á gjöldin. Ekki einu sinni fylgja vísitölu, bara nei, de facto við vildum bara hafa þetta fast. Já. Bara frysta þau í raun og veru, af því að það, ég meina, þetta hefur hækkað svona í nokkur ár. Þannig að þetta voru þá skattalækkun á íbúa í Reykjavík upp á einhverja 2 milljarða og fyrirtækin. Og þannig að ég held að það sé tímabært að gera það. Það líka bara ákveðin agi inn í rekstur sveitarfélagsins að segja bara, heyrðu, skatt, svona gjöld ekki bara easy money. Við eigum ekki að horfa á þetta sem bara sjálfsagðan hlut að láta þetta bara alltaf hækka. Af því að það verið að reglulega blossa upp sko verkfallsátök. Já. Af því að það verið að slást örfáu 100 kalla eða 1000 kalla í kjarasamningsviðræðum. Og svo einhvern veginn þetta bara átómatist að hækka 20.000 á ári, sko. Það gengur ekki, sko. Já, einmitt. Þannig að Man hefur ekki heyrt, sko, mér finnst alltaf, mér hefur þótt smá svona í seinni tíð, svona, sko, vafasamt en kannski það ekki alveg orðið en svona sérkennilegt hvað hið opinbera með mikla aðkomu að öllum kjarasamningum og ég persónulega mjög hlynntur fríum skólamáltíðum, mér finnst það bara sjálfsagt og eðlilegt. En einhvern veginn að það komi sem sko einhver kjarasamningsinnspýting og að stjórnmálamenn, mér alltaf þetta svo fyndið sko að í aðdraganda kjarasamninga þá eru hægri menn sem þá Sjálfstæðisflokkurinn í síðustu ríkisstjórn að tala að þeir vildu að ríkið á ekki að vera með aðkomu en síðan ríkið með aðkomu þá klappað á bakið fyrir að hafa gert það frekar en að standa við sitt, en maður hefur ekki heyrt mikið um fasteignaskattana í einmitt kjarasamnings. Nei, en sko stjórnmálamenn taka ákvarðanir sem að móta bara líf fólks og móta umgjörðina sem að þessi kjarasamningar fara fram í. Ég meina ríkið stjórnar hagkerfinu og Seðlabankinn og í síðustu kjarasamningum þá kom það búið að vera verðbólga og árum saman hefur húsnæðisliðurinn í verðbólgunni verið ráðandi þáttur af því að okkur hefur gengið illa að byggja nægilega mikið af íbúðarhúsnæði fyrir fólk og þá þrýstist verðið upp og hefur áhrif á vísitöluna og verðbólguna og ég man eftir Sólveig Anna sagði bara, heyrðu, mínir félagsmenn
þeir sem búa hérna á höfuðborgarsvæðinu, þeir bara þurfa að borga allt hátt verð fyrir leigu eða fasteignalánin og flestir eru á leigumarkaði hjá henni og og þess vegna þurfum við að fá há laun. Já. Þannig að ábyrgðin á endanum opinbera stjórnmálamanna sem að stjórna þessu kerfi og ég og þau sýndu mikið frumkvæði þegar þau sögðu, Sólveig Anna og Villi Birgis og fleiri sögðu bara við ætlum að semjum hófsama launahækkanir gegn því loforði að vextir og verðbólga lækki. Já. Og að því að þau höfðu greinilega skilning á því að mikla launahækkanir það bara búið til verðbólgu. Já. Og ég fór fram fyrir þá formaður borgarráðs og sagði, heyrðu, Reykjavíkurborg mun halda á aftur á gjaldskrárhækkunum. Vegna þess að þau eru að segjast vilja fá lága launahækkanir og að sýna mikla ábyrgð í þessu ástandi, þá ætla ég að lýsa því yfir fyrir hönd Reykjavíkurborgar að við ætlum ekki að hækka gjaldskrár á börn og barnafjölskyldur og alla þjónustu við heimilin svo lengi sem að það næst samkomulag á þessum forsendum sem að miðar að ná niður verðbólgunni. Og þannig að þú ert svona dálítið að segja að stjórnmálamennirnir eigi ekkert endilega stígin en þarna var það bara, maður var í samtölum við alla þessa aðila og Reykjavíkurborg er stór leikandi á þessum markaði þannig að mér fannst réttlætanlegt að í ljósi þess að þau nálguðust kjarasamningana svona að borgin myndi líka ganga undan með góðu fordæmi og við eftir þessa yfirlýsingu stigu fleiri sveitarfélög fram og það náðust kjarasamningar sem að voru hófsamir. Það hefur reyndar ekki dugað til en það er kannski aðalega vegna þessi ríkisstjórn núna og líka bara ríkisstjórnin núna síðustu fjárlög þau spiltu fyrir vaxtalækkunarferlinu og menn sjá það bara í greiningum núna að opinber útgjöld fjárlögin síðast eru að hafa mest áhrif á verðbólguna í dag. En vonandi nást betri tök á þessu þegar framleiða stundir. Sko, mér finnst þetta gott að blessa að stiga fram með góðu fordæmi en þú veist, verðbólgan eins og þú segir, þetta húsnæðisliðurinn fyrst og fremst sem að það var það þá sko. Það var það þá. Já, síðan núna það sem að hreyfa verðbólguna mest er opinber útgjöld. Landsbankinn var með bara mjög flotta greiningu sem sýnir þetta bara í stöflaritum og þar eru síðustu fjárlög að skipta mestu máli sko. Og þegar við segjum að opinber útgjöld sé að keyra upp verðbólguna þá meinum við bara að þú veist, við köllum að fjárfestingar og gjaldtaka. Og gjaldtaka. Og allt þetta en sko þannig að þetta þú veist, það þurfti aðhaldssöm fjárlög en svo komu kosningar og ný ríkisstjórn og hún vildi koma sínum áherslum að og þannig að þetta bara ekki að ganga, planið ekki að ganga það ekki að virka og þannig að það aðeins að reyta staðinn fjaðrirnar þeir sem stýra ríkisstjórninni núna. Já. Ertu Evrópusinni? Nei. Okay. Ég bara elska Evrópu og við erum hluti af Evrópu, evrópska menningarsamfélaginu og þarna okkar tengsl og menningarlegu tengsl og viðskiptartengsl og allt það en ég þú veist, við erum öðruvísi hagkerfi heldur en þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu, við erum svona auðlindahagkerfi. Við byggjum okkur á sjávarútvegi, orkufrekum iðnaði og ferðaþjónustu sem eru 80% af öllum útflutningstekjum okkar. Þessi þrír. Og við hagsveiflan hjá okkur er öðruvísi heldur en í Evrópusambandinu eða Evrópusambandsríkjunum, mörgum hverjum og flestum. Þannig að þú veist, þegar Seðlabankinn vill lækka vaxtastig eða hækka það, þá það ekkert endilega samrýmist það ekki hagsveiflunni á Íslandi og yfirleitt þegar við höfum og ef við höfum ekki stjórn á þessu þá framkallar það yfirleitt atvinnuleysi í þeim löndum þar sem hagsveiflan er ekki í sama takti og atvinna er bara grundvallaratriði hjá okkur, þú veist, að halda fólki í vinnu og því þá getur það staðið við sínir afborganir og þannig að þetta er en svo er það líka það að
að það eru samrunaþróunin í Evrópusambandinu keyrð top down. Þú veist, hún kemur frá Ursulu von der Leyen sem segir, þú veist, við ættum að stefna að sambandsríki. Skilurðu? Svona federal state. Já. Og af því að það gengur hún segir það? Já, hún hefur sagt það og samrunaþróunin hefur öll verið í gegnum þessa Evrópuleiðtoga sem hafa valist í áhrifastöðurnar í Evrópusambandinu. En það hefur ekki verið sko fólkið sem hefur verið að biðja meiri samruna. Skilurðu, og það gengur erfiðlega að reka hagkerfin, af því þau eru mörg inn í Evrópusambandinu, þau eru á ólíkum stað og árar vel hjá sumum og illa hjá öðrum og en samt eru þau í þessu samkrulli og þetta það rekast hornin dálítið hvert í annað. Þannig að eina leiðin fyrir þau til þess að láta þetta ganga betur að ríkisfjármál hvers og eins lands séu meira ákveðin miðlægt í Brussel. Þannig að Brussel hafi meiri áhrif á það hvað Grikkland eyðir í heilbrigðismál eða Pólland í landbúnaðarmál og þannig að þetta verið meiri miðstýring. Og þá fer maður aðeins og spóla tilbaka og hugsa hvað snýst svona lýðræðisbandalag. Að því á endanum þá kýs fólk sína leiðtoga og Frakkar tala ekki pólsku og Pólverjar tala ekki frönsku. Svíar tala hvorugt. Já, og Svíar tala ekki spænsku og það ekkert lýðræðislegt samtal á milli þegnanna í þessum löndum. Þeir lesa ekki sömu fjölmiðlana. Það ekki svona sameiginleg kollektív lýðræðisumræða í Evrópusambandinu af því þetta eru margar ólíkar þjóðir. Og það gerir það verkum að grunnurinn að ákvarðanatöku, grunnurinn að kosningum það að það sé upplýst skilvirk umræða allra þegnanna og allir hafi jafnan rétt að upplýsingum og það sé svona eitthvað lýðræðislegt samfélag. En það ekki fyrir hendi í Evrópu og verður aldrei að því þetta eru ólíka þjóðir. Þannig að Bandaríkin þar tala þeir ensku sko. Já. Skilurðu? Já. Evrópa öðruvísi. Og þannig og þegar og samrunin hefur verið svo keyrður svona ofan og ég bara þegar maður horfir síðan á Ísland að taka þátt í þessu. Við erum náttúrulega bara 400.000 hér með fengjum 6 þingmenn sko mörg hundruð og hefðu mjög lítil áhrif á þetta bandalag og miðað við það sem við höfum í dag sem EES-samningurinn sem bara veitir okkur gríðarleg tækifæri og þrátt fyrir allt í gildi þá menn hafi svona það reynir stundum á þá finnst mér bara ekki skynsamlegt að ganga inn í þessa lest sem á ferð og hún á leiðinni inn í meiri samruna og mér finnst það ekki spennandi tilhugsun. Aron, þú átt loka orðið, eigum við að gangi ESB eða ekki? Stafnum okkur eigin bara. Skemmtilegt. Herðu, make them come to us sko. Veistu það, þetta enda góð pæling Ísland, Færeyjar, Danmörk, þú veist, Skandinavían, Skotland. Já, Skotland? Það er gaman, taka Skotland með. Gömlu víkingaþjóðirnar. Já, bara svona bandalag, Norður-Evrópu bandalag. Já. Ég ætla að giska þú sett meiri frjálslyndismaður en íhaldsmaður. Sko, hvað frjálslyndi? Ég mjög heimskur. Mér finnst frjálslyndi vera svo fluid. Já, og það mér finnst sko, það búið að skemma hugtakið finnst mér rosalega undanfarin ár. Ég meina, woke kemur úr frjálslyndis áttinni. Já. En svo bara einhvern veginn umhverfist það í það að vera ritskoðandi, skilurðu? Já. Og menn fara að deila hver svona kjarnin í vókinu, sko. Já, en það kom sannarlega bara blússandi ferð inn í samfélagsumræðina sem frjálslyndisafl. Já. En breyttist rosalega rætt í eitthvað sem var ritskoðandi og útskúfandi og alls konar. Já. Skilurðu? Ég persónulega þeirra skoðanar. Já. Og það hefur ekki einn stjórnmálamaður tekið undir með þetta með mér að þeir sem upplifðu mjög mikla ritskoðun frá vókliðinu hvers
hvar ég var meðlimur, með card-carrying meðlimur. Já. Bara, not up. Já. Já. Þú veist, þegar það eitthvað svona, þú veist, minnst eitthvað svona pælon-kultúr og Twitter-glataður, þegar það bara einhver gaur sem að vinnur sem, þú veist, húsvörður í íbúðakjarna eldri borgara og hann segir eitthvað, ég elska stórar júllur og eitthvað, og í staðinn fyrir að allir gaurarnir bara eitthvað, já, ég líka, og allar lesbíunar líka, og bara allt fólki sem elskar stórar júllur bara eitthvað, já, geðveikt, að þá fylgta fólki bara eitthvað, heyrðu húsvörður, þú átt ekki að vera að segja, ég elska stórar júllur, en þegar það eitthvað svona opinberir aðilar sem að fá einhvern skít yfir sig, þú veist, maður á að reyna að vera sína virðingu gagnvart öllum, en líka bara eitthvað, þú veist, til dæmis, Brynjar Níelsson, það ekki hægt að cancel honum þannig að hann tekur bara ekki þátt í því og það geta það allir það geta allir sagt bara ég ekki með pointið mitt bara að mér finnst þetta þessi sko pólitíski skalinn frjálslyndi íhald þú veist þetta mér finnst þetta dýnamískt sko en ég myndi segja kannski bara frjálslyndasta skoðunin mér finnst að opinberir aðilar eigi ekki að vera að skipta sér af og hafa skoðanir á einkalífi fólks þú veist það bara ekki dæma solid bara, þú veist, viljið þið vera í einhverju póli eða svona eða hinsegin eða eitthvað hinseginleikin allir og allt þetta bara stjórnmálamenn gerið þið bara það sem þið viljið bara elskið ykkar fjölskyldu ekki vera að dæma eða stíga inn í eða takmarka réttindi fólks það svona bara fundamental afstaða sko látið bara fólki í friði og lefið bara fólki að elska eins og það vill eða ekki eða whatever sko Hefur þú fundið fyrir því í þinni stöðu sem fyrst formaður borgarráðs og síðan borgarstjóri og nú borgarfulltrúi þar sem þú ert vantanlega í miklum samskiptum með hina ýmsu aðila, hagsmunasamtök, skóla. Þú veist, hefur þú fundið, myndir þú segja, þú veist, að það sé að bakslagið, að það sé hvað ég, Aron, að spyrja þessar spurningum fyrir mig. Bakslagið raunverulegt? Ég var einmitt að reyna að komast hjá því að segja það svona. Nei, ég þori að með þú þegir. Nei, það ekki bara það? Það það sem ég var að reyna að segja það á einhvern aðeins mýkri hátt en af því ég vildi gefa Einari kost á því að segja ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálaði á þess að klippan verði bakslagið ekki reyndar og nefnir að horfa í þessa myndu og segja bakslagið ekki raunverulegt mammanir eru bara að væla þá getum við sett það á Twitter og TikTok og fengið brjálað áhorf Nei, en hefurðu, þú veist eru einhver svona merki á lofti, skilurðu, sem að þú ert svona, þetta ekki ég, sko, almennt bara mannréttindabarátta, sko, henni líkur aldrei sama hvað hópar það eru og þannig að þú veist, þú þarft alltaf að vera að berjast fyrir einhvern veginn réttindum þó að þau séu kannski orðin sjálfsögð þú veist, þó bara líður einhver tími og svo kemur einhver og vill skerða þín réttindi og þannig að þú veist, þessi mannréttindabarátta í eðli sínu bara alltaf þannig þannig að bakslag, já, ég meina þú veist við sjáum bara blossa upp annað slagið, einhver ljótleika, einhverja polariserandi umræðu þar sem einhver vill slá sig til riddara með því að hafa einhverja öfgafulla skoðun og segja að þú veist, við höfum gengið á langt hér og langt þarna og eitthvað og þetta svona kannski kallast aðeins á við það sem ég var að segja, þú veist, bara við höfum ekki að vera að dæma fólk, en samt ég, þú veist, mjög mikið svona family values maður, skilurðu, og ég held hins vegar að það geti algjörlega farið saman að láta vera ekki að dæma fólk fyrir einkalíf sitt og að segja að fjölskyldan hotstitt samfélagsins. Ég held að það fari algjörlega saman. Ég held að ég sammálaður, það getur alveg farið saman. Ég ætla reyndar að segja, sko, ég skil ekki hvað þýðir að fjölskyldan sé Nei. Þú veist, ég heyra það, ég ekki ósammálaði, ég bara eitthvað, já, auðvitað það, en hvað? Það er kannski hvernig þú skilgreinir fjölskyldu. Já, ég og 8 kærastanir mínir. Já, einmitt. Það verður enda rosalega flókið. Það mjög flókið. En sko, mér finnst við tala lítið ást. Já. Í samfélaginu. Já. Þú
þú veist, ást eitthvað sem þetta sterkasta tilfinningin. Þó að hatur sé sterk tilfinning, þá ástin sko eitthvað sem drifkraftur til góðra verka. Svangur líka mjög sterk tilfinning. Mjög sterk. En þú getur þolað að vera svangur betur ef þú ert með ástina í hjartanu, sko. Já. Skilurðu? Já. En það, þú veist, og fjölskylda, þú veist, ástin náttúrulega margvísleg og hún, og elskar börn eða vini eða fjölskyldu og maka og allt þetta og hinn ókunnuga. Og elskar hann líka, en bara öðruvísi. Og það, við megum, sko, þú veist, þetta svona límið í samfélaginu. Það að elska náungan. Já, og nú ég búin að vitna 2 svar í biblíunni í þessum þætti. Já, það og sem örugglega það met. Já, það ekki? Jú, það hafa nokkru komið og sagt að ég ætti að fara í kirkju. Já. Af því að ég trúlaus og líka ég hata Jesú. Ég veit að hann var til, ég bara hata hann óvinna minn. Prófa að gefa hann smá ást. Góða punktur. Ég svangur Jesú. Nei, býtu, ég elska Jesú. En pointið mitt þetta að ef við elskum náungan, þá umberum við alls konar og það sem að, þú veist, við erum ekki hrifin af þessum lífsstíl, en munum eftir ástinni. Þannig að eins og ég skilu þig, fjölskyldan, þar verður ástin til. Ef maður á ástríkt heimili, þá getur maður tekið ástina út í samfélagið. Dálítið þannig, já. Saman hvort maður búið einn með köttum, 8 kærustum, Aron býr í kjallaranum mínum. Akkurat, en ég meina það nágranniðin, sko, ég meina fólki í blokkinni, sko, veistu hvað fólki heitir? Þetta tengist líka bara þrælstúderuðu, konsepti sem heitir félagsauður, sko. Já, Bowling Alone bók sem fjallar akkurat þetta. Já, akkurat, félagsauður, og menn gerðu bara rannsóknir af því að þar sem þetta svona grundvallar rannsóknir í stjórnmálafræði, þar sem félagsauður mikill, þar sem þar gengur samfélagum betur, það meira öryggi, það meiri efnahagsleg velsæld og langlífi og allt þetta og það gengur í grunninn bara út á þetta að veistu hvað nágranniðin heitir, ertu tilbúin að hjálpa honum, treystirðu manninum sem að selur þig bílinn og þegar þú átt viðskipti traust í manna á millum og samheldni og ástin dálítið lykillinn að því, tilfinningin að sýna öðrum áhuga og vera tilbúin að hjálpa og þannig að ég svona að rekja þetta aftur inn í þessa tilfinningu að vera ekki sama og þá gengur okkur betur sem samfélag og þetta bara þrælst út frá sko hagfræði og félagsfræði og stjórnmálafræði, þetta kenningin sko. Ég skrifaði pistil þetta og hann fekk nokkur sem var einhver einn gauður sem kommentaði af hverju hann að væli yfir þessu. Af hverju sagði hann það? Hann elskar þig ekki. Hann elskar mig ekki. En þetta eitthvað sem að mér finnst sko, þú veist, af því að, þú veist, ertu ekki sammála? Mér finnst þetta að vera eitthvað sem að framsókn, þú veist, að framsókn þarf ekkert að stíga neitt svakalega langt út fyrir sitt hlutverk til þess að vera flokkurinn sem segir meiri félagsleg samheldni, en hvernig gerum við það? Hvar, þú veist, ég þekki nágranna mína, en ég flutti í götuna þar sem að ég vissi að þeim. Ég vissi að þeim. En sko, í samhengi borgarmálana, þá algjörlega hægt að, við höfum fjölmörg tækifæri einmitt til þess að skapa rýmið fyrir þetta. Já, það vantar rýmið. Ég satt bara áður en ég kom hingað með 7 eldri borgurum á Sléttuveginum í félagsmiðstöð eldra fólks þar. Þarna dásamlegt samfélag, fólks sem komið á efri ár og fengum okkur morgunmat í matsalunum hjá þeim. Var það gott? Já. Ég fekk mér hrökkbrauð með rúllupylsu. Ok, þannig að þú varst alveg virkilega gangi augun að þeim. Já, ég elska rúllupylsu. Og hrökkbrauð í morgunmat? Já, og kaffi. Og þannig að ég var bara svo glaður að sjá rúllupylsu og þegar maður sér hana svo sjaldan. Þetta alltaf skinka og salami, en rúllupylsan var þarna. Allavega, það sem að við borgin getur búið til rými, við getum skipulagt hverfi og grænsvæði og stíga og borgarumhverfið þannig að það stuðli að meiri samskiptum á milli fólks
og ég setti í gang verkefni á þessu kjörtímabili sem að snera því að búa til svona það sem við köllum lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk. Og þá það þannig, það var bara auglýsing, auglýstum eftir áhugasömum aðilum að kaupa lóðir eða byggja á sínum lóðum í borginni húsnæði fyrir eldra fólk, það sem að væru leiguíbúðir, eignaríbúðir, hjúkrunarrými og samverurými, þar sem fólk getur hist og græn svæði í kring og jafnvel önnur þjónusta eins og hárgreiðslustofur, þú veist, snyrtistofur, þessuna kaffihús eða bar eða eitthvað að því að eldra fólk vill alls konar. Og þá hanna þetta þannig að það sé líklegt að þú að þegar þú lítur út gluggann þá sérðu eitthvað. Það mætti til dæmis vera leikskóli á jarðhæð eitthvað staðar og leikskólalóðin í miðjunni af því að gamalt fólk fyrir sjúk í börn elska börn og við bara gaman að horfa á leikskólalóðina og helgar fengi barnabörnin í heimsókn og þau geta þá nota lóðina. Þetta geðveik hugmynd. Já. Og hún stuðlar að samveru og dregur úr einmannaleika, býr til virkni af því að fólk fer þá meira út að ganga og svo eitthvað stóru salur og píanó og alls konar aðstaða til þess að vera saman. Af því að einmannaleiki er lífsættilegur. Og ég held líka að einmannaleiki. Að því þú spurðir, hvernig getur borgin gert þetta, búið til svona þéttari félagsleg samskipti og verið svona farvegur fyrir ástina að þá það nákvæmlega í kringum svona verkefni og það eitt verkefni svona farið á stað þarna niðri í Vatnsmýri þar sem að hjá Hótel Loftleiðum og svo annað á Köllunarklettsvegi og 2 upp á Höfða og þetta bara á fullu og þetta var yfir 2000 íbúðir. Þetta stærsta átak í uppbyggingu húsnæðis fyrir eldra fólk og allt undir þessari hugmyndafræði að vera með bara svona hugulegt umhverfi fyrir eldra fólk þar sem að þú færð eitthvað út úr því að búa eitthvað staðar, ekki bara að þú læsir íbúðinu þú kemur inn og svo ertu þar og horfir á sjónvarpið, heldur það eitthvað sem togar þig fram á gang, það eitthvað sem togar þig út úr íbúðinni og í samskipti. Og ef við höldum eldra fólki hamingjusömu og heilbrigðu, þá náttúrulega erum við með betra samfélag en við spörum líka gríðarlega fjármuni. Af því að þeim að fjölga hraðar heldur en að því að þau lifa svo lengi. Nei, en ég meina þetta bara áskorunin sem við búum við á Vesturlöndum að þjóðirnar að eldast. Og ég held líka með einmannleikan, ég held að einmannaleiki sé einn af þú veist, þegar maður tala lýðræði, ég held að það sé mesta ógnin með lýðræði, því að einmannaleiki, við erum, þú veist, það ekki tækifæri til þess að vera mikið utandyra eða þú veist, innan annan fólk og meira freistandi að vera innandyra, að vera einn með sjálfum sér og eigendur samfélagsmiðla upp til hópa hata lýðræði. Eða skilur allavega ekki mjög spennt fyrir því, þú veist. Elon Musk held ég bara, allavega hann góður vinur margra þeirra sem að tala bara fyrir bandarískum einræðisherra og þú veist, þetta bara hætturnar, þetta bara freistnivandinn til þess að hafa áhrif á umræðina svo gríðalegur vegna þess að þeir sem stýrðu fjölmiðlunum, þeir sem áttu fyrstu prentsmiðjurnar í gamla daga, þeir sem stýrðu fjölmiðlunum, þeir höfðu svo mikil áhrif á umræðina. Í dag, þú veist, þetta bara hverfandi vald og samfélagsmiðlarnir eru hins vegar tækið þar sem það getur náð til fólks alveg miklu nær heldur en nokkuð tíma náður og freistnivandinn alltaf mikill. Og þetta bara alveg svona, bara svo ég tala góða íslensku sem íslensku kennari, bara svona weapon grade áráðursmaskína, basic, eða þú veist, og við sjáum það í Kína skilur þar sem þar sem að ríkið áur ykkur fjölmiðlum, ég held að þessi búin að halda þær allt og lengi. Þetta alltaf leið, ég góður, ég bara gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis. En og þú veist, eins og margir hafa talað eftir að Ellison fjölskyldan keypti TikTok, allavega þú veist evrópska, hvernig virkaði þetta? En þau keyptu bandaríska? Já, þau keyptu, í rauninni eigaði ekki alveg beint TikTok, þau ekki held í algoritman og svoleiðis. Þetta eitthvað mjög flókið dæmi. Þau eitthvað að fokka, þau samt eitthvað eiga við algoritman. Já, núna geta þau í rauninni tweakað algoritman í Bandaríkjunum
og margir hafa verið að tala að þá bara mjög mikið af einhverju svona ICE og Trump-friendly stuffi og það verið að shadowbanna og suppressa efni til dæmis pro-palestínst efni og svoleiðis og svo var náttúrulega samrunni núna hjá Paramount og einhverju það partur af því veldi þannig að núna eiga þau stærstu áróðusmaskinin í Hollywood líka það hljómar eins og ég sé með álhatt en það bara fact sko. Það er kannski gott að taka það fram að Aron vissulega með hann að fjalla það af því að hann veit að þú ert verulega maður en undir derhúinni þar hann með ár já ég með undir húin alltaf þannig að þeir stóri bróðir má heldur ekki sjá áhlattin því að þú ert með derhúi ofan á þetta svona gýðinga áhlattur já þetta svona jamaka úr áli þetta sérhannað ég geti kíkt á heimasíðuna mína og keypt en má ég koma með eitt punkt bara út af þessu einmanna leika einangrunar dóti ég var að taka upp vídeo þar sem að var svona ásatíðarvídeó og það var stórvægilegt vandamál að fólk vill ekki vera asnalegt það vildi enginn taka þátt og gera eitthvað skemmtilegt það var allir sem ekki að passa að það voru asnalegir og ég held að það sé vandamál við þurfum að gera fólk asnalegt oftar með improv-námskeið rækta barnið já og þú veist samfélagsmiðlar aftur þú veist börn nú til dags nei ég fór á handboltamót hlustaðu á þetta helgina ég fór á handboltamót í Keflavík til að horfa á litlu frænku kærustunum hennar spila. Var þetta körfuboltamót? Þetta var körfuboltamót. Varst þú hana líka? Nei. Já, körfuboltamót, já. En þetta bara samfélagum það hvað þú ert langt frá raunhagkerfi í foreldrana og þetta var körfuboltamót, stærsta körfuboltamót landsins, en allt er góð. Það var bolti, það var eitthvað að gerast. En allavega, ég var tilfinningalega og líkamlega en það sem ég tók eftir að börn eru of góð að láta taka myndir af sér af því að þetta tengist því sem Aron sagði af því að það er alltaf einhver að horfa á okkur já. En þau eru líka bara alveg uppið að vera í mynd alltaf, þau megi ekki segja neitt sniðugt þá eru foreldrar konur með síman upp að taka þetta er hæðilegt og bara, ég meina, en við erum öll bara, við elskum þau svo mikið, við viljum ekki missa þau skilur þau eldast svo hratt og við verðum einhvern veginn að grípa allt. Ég tók 1000 myndir af kærustunum minn og litlu frænkunnar sem var hann að spila krikett. Já, akkurat. Krikett svo vinsælt á Suðurnesjum. Þannig að ég er ekkert skárri, ég held að ég mynd og þetta að sjá síma minn, það eru bara myndir af kettunum mínum. Nefnilega. Og hefur þú spurt hann hvort hann fíli það? Hann alltaf að fara á undan eða hann starri mikið að fara undan, já. Starri hann í myndaðilina? Nei. Akkurat. Jæja, cancelkultúrin er búin að ná mér. En hver er frjálslyndasta skoðun? Íhaldssamasta? Já. Sko. Þannig að hann er með biblían á heilanum. Já, nei, ég ætla að fara bara í það. Ég ætla að segja bara, sko, þjóðkirkjan. Já. Ég er að koma út úr þessu viðtali eins og einhver Jesú nökkari. Ég er það alls ekki, sko. En mér þykir vænt þjóðkirkjuna. Já. Og hennar svona hlutverk í íslensku samfélagi ég náttúrulega maður virðir rétt allra til þess að trúa ekki á neitt eða hvað sem þeir vilja og allt það en mér þykir aldrei vænt svona samband okkar samfélags við kirkjuna og ég átta mig á hversu ótrúlega miklu hlutverki hún gegnir í samfélaginu sem er ósýnilegt. Það eru margir sem vita ekki af því hvað kirkjan kemur oft inn í mál og inn í líf fólks á bara, og ekki alltaf bara þegar eitthvað er heldur líka bara að rækta samfélagið sem við vorum að tala áðan. Þannig að það er svona mikið vænt það og ég myndi ekki vilja að einhvern veginn draga úr hennar vægi í íslensku samfélagi. Sækirðu kirkju? Nei, og ég er ekki alveg upp á einhverju trú, þú veist, það var, maður látið kannski syngja Jesú bróðir besti og eitthvað, en það var aldrei, við fórum aldrei í kirkju þannig, eða neitt, sko, en og ég held að mín upplifun af, sko, ég held að
foreldrar mínir hafi frekar sko beðið í laumi bænir heldur en fyrir framan okkur börnin Ég skil bara skilurðu, þannig að það er ekki þetta snýst ekki það sko en já, þetta er bara svona eitthvað gamla góða Ísland með jákvæða formúlkjónum nema betra, nei eins og víst með þessu jákvæða en ég get sagt þér, ég hef eins og það sagt mig úr kirkjunni þjóðkirkjunni og ég skráði mig í hann aftur. Já, af hverju sagði þið úr henni? Ég sagði mig úr henni þegar ég horfði á sjónvarpsþátt þar sem að fyrrverandi biskup var að bera blak af forvera sínum í starfi sem hafði verið sakaður ofbeldi gagnvart konum og mér fannst kirkjan ekki bregðast með réttum hætti við og ég sagði mig úr þjóðkirkjunni þá og svo gekk ég í hana aftur þegar ég tók viðtal við annan biskup sem að bað hinsegin samfélagið afsökunar fyrir það hvernig kirkjan hafði einhvern veginn komið fram við hinsegin samfélagið og sagði bara, við erum opin fyrir ykkur og biðum hinsegin samfélagið afsökunar og ég man, hún sér að Agnes biskup var í settunni hjá mér og ég átti þetta samtal við hann og það kom aðeins óvart að hún skildi gera þetta þarna og ég sagði, ég er tilbúin að mæta aftur og mér fannst að við eigum að greiða atkvæði með fótunum og að því að í grunninn þykir mér vænt kirkjuna en maður verður að upplifa það að þetta sé félagsöfnuður sem að maður vill tilheyra. Já, ég var að tala við vin minn daginn, ég á mjög marga vini og hann var að segja Þetta ertu ótrúlega skemmtilegur. Takk. Hann var að tala að sem ég svolítið áhugavert hann er annað en ég svolítið velgefinn og hann var að tala að sko hjá svona kannski seinni hluta babyboomer kynslóðarinnar og alveg yfir í þúsaldarkynslóðina að sko vinna hafi svolítið tekið við af kirkjunni að hlutverk vinnu í samfélaginu af því að maður sér babyboomera kalla og bara vinna þangað til þeir eru 70 og síðan bara koma þær heim og deyja af því að bara leggja frá sér koma upp úr kólanáminni eins og við erum með margar á Íslandi leggja frá sér litla nestisboxið sitt og nú er ég djúpur í raunhagkerfinu ég ætla að hvort þú sért það líka dótið sem hann notar til þess að brjóta Þú tala haka Já, nákvæmlega Einar fær mitt seal of approval sem fellow raunhagkerfismaður Hefurðu einhvern tímann haldið á haka? Nei Hefurðu séð haka í raunveruleikanum? Nei, en ég var geðveikt til í það Hefur þú séð haka? Já, ég hef séð haka Hefurðu notað haka? Já, ég hef notað haka Sko, þegar það þarf að gera eitthvað heima hjá mér hengja upp hillu eða eitthvað þá kemur Aron til þess að hjálpa konunni minni Hann er líka framsóknarreitum Já, hann skilurðu Þannig að við kunnum þetta Ég fæddist með haka í hendinni sko Það er erfið fæðing En ok Mamma mín er hörku kona sko. Ég veit allt það sko. En ég er samt mjög djúpur í raunhagkerfinu En að þú veist eitthvað svona hugarplássið í lífinu sem fólk hafiði fyrir kirkju sem að þú veist eins og ég segi, ég er trúlaus og mér finnst íslenska þjóðkirkjan bara mjög fín kirkjan og trúarbrögð almennt oft vera misnotuð og ég geld oft varhug við sko við Aron, hverju geld ég varhug við? Vá, núna get ég ekki eins og giskað sko. Ég held að gældir varhug Svona stjórnunartæki Stjórnunartæki, já og ég geld varhug við mjög mörgu, það er rétt að segja líka Ég man ekki hver punkturinn minn var, allavega Þú vilt ekki að trúin sé misnotuð Ég vil ekki að trúin sé misnotuð og ég vil ekki sko ég vil ekki að hún sé að neinuleiti stjórnartæki eða sko, ég veit ekki hvort að þú veist ég vil ekki að ríki og kirkja fari meira saman en hún gerir nú, en það er núna skilur ég vil ekki að Já, ég held að það sé bara
svona samfélagssáttmáli það á Íslandi. Já, ég man hvað ég ætlaði að segja. Já. En það sem var jákvætt við kirkjuna, að því ég veit að það ekki, ég held að þessi allavega engin alvarlegu maður eitthvað svona þíókrati á Íslandi, skilur við. En að, þú veist, eftir því sem að hlutverk kirkjuna minnkaði, þá minnkaði líka hlutverk nærsamfélagsins. Þú veist, þegar fólk hætti að sækja messu og chilla í safnaðarheimilinu eftir messu, þá hætti það að hittast líka utan og hérna, ég skal hjálpa þér, ég draga það að landi en kirkjan kirkjan, hérna, ég upplifa hana þannig að hún nú dálítið að draga fólk bæði inn í svona félagsstarf og stendur fyrir viðburðum og alls konar og hérna, en við gerum oft mikið úr alls konar frjálsum félagasamtökum sem eru að hérna láta gott að sér leiða í samfélaginu og hérna þið veit bara allir þessu klúbar og hérna alls konar sem eru sannarlega að gera mjög margt gott og hérna en mér líður stundum eins og við gleymum því hvað kirkjan gerir margt gott líka og hérna og svona hluti þetta kemur svona að því þetta íhaldssamasta skoðunin og það svona einhver kannski smá þjóðernistónn í þessu hjá mér, skilurðu, eða tilfinningin sem ég að reyna að lýsa það, þú veist, við komum hérna, þú veist, á þessa eyju hérna og ákváðum að við ætlum að ekki fara í trúarbragðastríð og kom undan feldinum að Þorgeir og sagði, heyrðu þið með blót og laun en kristni verður siðurinn og þannig svo setning ennþá við líði sko, þú veist, hér þjóðkirkjan en allir hinnir eru bara velkomnir samt sko og þetta verður allt í lagi og hérna það sáttmál það og ég held að það sé mjög mikilvægt og mér líður það að því að þetta íhaldssemi að þetta samband og okkar svona fyrir íslensku kennaran sko national identity hérna sé daldið þarna sáttmálun það að við séum hérna kristinn í grunninn kristin gildi þar að segja bara séu mannréttindi og virðing og allt þetta en hérna allir aðrir eru hins vegar velkomnir að blóta sitt á laun en það breytir ekki samfélagsgerðinni skilurðu mig? Já, ég skilur og hérna og ég vona að enginn túlki það þannig að ég sé með einhvern hræðsluáróður gagnvart öðrum trúarbrögðum en þetta íhaldssama skoðunin. Það klippa TikTok-klippan verður fólk má trúa. Nei, ég held að það misskilist ekki. Ég held að það misskilist ekki að þetta sé einhver já, ég skil hvað þú meinar sko. Hugtaki kristin gildi, það eitthvað sem ég líka velt oft fyrir mér en ég held að Aron, náði Einar sannfærður að fara ekki út að brenna kirkju? Nei, ég sko skil ekki ekkur þjóðtrúin okkar ekki ásatrúin, hún miklu nettari en á saman tíma eru nínasistarnir eiginlega búin að eyðileggja hana. Það svolítið óheppilegt bara en þú veist, ég ekki kristinn, hef aldrei verið sko, þannig að ég ekkert að fara að mæta í kirkju held ég. Einar, einhver sem að lokum? Einhver sem þú vilt hallmæla? Hallmæla? Já. Sko, já. Sko, nei. Ég vil hérna bara, sko, við erum að fara í kosningar. Já, þannig að gefast næg tækifæri. Gefast næg tækifæri til þess að hallmæla. En það kosið framtíðina. Já. Og hérna stjórnmál snúast hugmyndir og svona nýjar lausnir sko að setja eitthvað á borðið og hérna þú veist, við erum komið út allir skrýtnu kjörtímabili við Framsókn hérna fórum í meirihluta með flokkum sem höfðu stjórnað lengi í borginni og hérna kom í ljós að Samfylkingin sko aðalega því að hún svona burðarflokkur í þessum meirihluta, hún var ekki tilbúin að breyta eins og við vildum. Við vorum með ákall úr samfélaginu hérna og ég vil hallmæla Samfylkingunni fyrir að vera ekki tilbúin að breyta
Mjög gott. Það bara þannig, ég ætla ekki að vera dónalegur, en ég ætla að hallmæla Samfylkingunni fyrir að vilja ekki ráðast í þær breytingar sem að ég held að muni bæta borgina og vera rög, vera hrædd við kerfið og já, þannig að þetta bara svona. Já, ég bara ánægður að fengi loksins eitthvað hallmæli í hennar þátt. Einar, takk hérlega fyrir að koma, mjög gaman að spjalla þig. Sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér.